Ég heiti Þóra Margrét Þorgeirsdóttir, ég er teymisstjóri hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og verkefnastjóri verkefnisins Byggjum grænni framtíð. Byggjum grænni framtíð er samstarfsverkefni stjórnvalda og atvinnulífs og rót sína rekja til aðgerða C3 í aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum. Verkefnið felst í rauninni í 3 þáttum. Í fyrsta lagi að meta losun byggingariðnaðarins frá ákveðnu viðmiðunarári sem verður í okkar tilfelli 2020. Í öðru lagi að setja markmið til að draga úr þeirri losun og í þriðja lagi að skilgreina aðgerðir til að ná þeim markmiðum. Upplýsingar losununa, markmið og aðgerðirnar verður síðan setta fram í sérstöku skjali og skjalið mun bera heitið Vegvísir að vistvænni mannvirkjagerð 2030. Allt frá upphafi höfum við lagt mikla áherslu á þátttöku sem flestra hagaðila úr allri virðiskeiðu byggingariðnaðarins. Þannig hafa hátt í 200 sérfræðingar komið að vinnu verkefnisins með einum eða öðrum hætti, hvort sem að það er með þátttöku í sérfræðihópum eða til dæmis á vinnustofum. Í upphafi árs 2021 settum við á laggirnar 6 sérfræðihópa. Fyrsti hópurinn tók fyrir aðgerðir sem eiga að stuðla að notkun á vistvænu byggingarefni. Annar hópurinn tók fyrir aðgerðir sem eiga að stuðla að vistvænni framkvæmdastað. Þriðji hópurinn tók fyrir aðgerðir sem eiga að stuðla að vistvænni notkunartíma mannvirkja. Fjórði hópurinn tók fyrir lok líftíma og hringrásarhagkerfið, byggingariðnaði. Fimmti hópurinn tók fyrir aðgerðir sem eiga að stuðla að vistvænni hönnun og skipulagi, meðal annars með innleiðingu á gerð lífsfyrirskreininga. Sjötti hópurinn og síðasti skar síðan hans úr. Hans hlutverk var að meta losun byggingariðnaðarins frá viðmiðunarári eða frá árinu 2020. Undantekningarlaust hefur vilji og áhugi hagaðila virðiskeiðunnar verið mjög mikill fyrir þátttöku í verkefninu. Ein af þeim aðilum sem einmitt hafa komið að þessu verkefni er hún Sigríður Ósk Bjarnadóttir, sem er dósent við umhverfis- og byggingaverkfræðideild Háskóla Íslands og verkfræðingur hjá VFSO. Hún var að leita hóp 6 sem var að meta losun byggingariðnaðarins og hún ætlar núna að taka við boltanum og segja ykkur aðeins frá niðurstöðum hópsins. Já, góðan og blessaðan daginn. Gaman að vera með ykkur hérna í sjálfbærni-streyminu. Við ætlum hérna að fjalla Byggjum grænni framtíð, byrja við Sigríður ætlum að vera að segja ykkur aðeins frá því og svo mun Þorsteinn Víglundsson koma að fjalla áherslur og stefnur BM Vallá hérna seinna í dagskránni. Og svo tökum við á móti spurningum hérna og smá umræður, 4 umræður í lokin. Við Sigríður hefum verið að vinna verkefni Byggjum grænni framtíð og þið fengur smá kynningu á því verkefni hérna undan í kynningunni. Hún Sigríður ætlar að byrja að segja okkur aðeins frá losunar hlutanum, já. Og svo mun ég halda áfram í framhaldinu. Róbert, takk fyrir það Þóra. Já, ég heiti Sigríður Ósk Bjarnadóttir, ég er byggingaverkfræðingur ég er búin að vera að starfa hjá VFSO ráðgjöf og er núna starfandi sem dósent hjá Háskóla Íslands í umhverfis- og byggingaverkfræðideild þar, já. En ég er búin að vera að stýra hópi 6 sem í raun og veru búin að vera að sjá mælingarnar í þessu stóra verkefni Byggjum grænni framtíð. Og hérna sjáu í raun og veru þetta flotta fólk sem er búið að vera að vinna með mér, Björn Martinsson, Jukka Henóin, Ólafur Vallevík og Sigurður Thorlacius. Og þetta svona, já, eins og Þóra kallar þetta er kannski bara landsliðið í lífsfyrirskreiðingum á Íslandi og búið að vera ofboðslega gaman og lærdómsríkt að vinna með þessu flotta fólki. Þannig aðeins bara svona til þess að gefa ykkur smá svona bakgrunn í af hverju við erum að vinna þessa vinnu. Ef við horfum á heimsvísu þá er byggingariðnaðurinn, hann er ábyrgur fyrir 38% af kolefnislosun. Þannig við vitum að við erum að vinna núna í alls konar markmiðum hvað varðar loftslagið. Við kannski bara sáum þetta mjög skýrt núna fyrir kosningar. Þetta er á stefnuskrá helstu stjórnmálaflokka í raun og veru að skoða hvað við getum gert þess að koma í veg fyrir þessa rosalegu kolefnislosun sem við stöndum fyrir núna. Og já, eins og ég segi á heimsvísu, þá er byggingariðnaðurinn, hann er ábyrgur fyrir 38%. Ef við skoðum loftslagsbókhald Íslands, þá er í raun og veru byggingariðnaðurinn ábyrgur fyrir bara 3% af heildarlosun Íslands. Og við sjáum að það er ákveðið svona ósamræmi klárlega í þessum tölum. Og þá þarf maður kannski að fara aðeins að skilgreina munin á því að vera í raun og veru framleiðsluþjóð og neysluþjóð. Og þegar við tölum byggingariðnaðinn þá er Ísland alveg klárlega neysluþjóð. Við erum
flytja inn efni annars staðar að og losun fer því í bókhald annars staðar. Þannig að þetta ekki beint talið inn í loftslagsbókhald Íslands. Og ég sem sagt er verkfræðingur og er búin að vera að vinna núna í raun og svona sjálfbærni lausnum. Hvernig finnum við sjálfbæra lausnir fyrir byggingariðnaði? Og það svo ofboðslega mikilvægt að vita í raun og hver losun byggingariðnaðarins er á Íslandi. Og það í raun og kannski tilgangur hóps 6 í raun og að finna þetta baseline, þessu stöðugreiningu á Íslandi. Hvar erum við núna? Hvað byggingariðnaðurinn í raun og ábyrgur fyrir mikið? Og hvaða aðgerðir getum þá fara að skoða í raun til þess að reyna að draga úr þessari losun, reyna að ná Parísarsáttmálanum. Byggingariðnaður lykil hlutverk í að ná Parísarsáttmála markmiðunum. Þannig að við þurfum að fara gera þessa stöðugreiningu. Það kannski var markmiðið með hópi 6. Og þegar við horfum á byggingariðnað og mannvirki og byggingar, þá þurfum við að horfa á allan lífsferilinn. Í raun og það yfir allan lífsferilinn sem við erum að losa kolefni. Það bæði við framleiðslu byggingarefna, flutning á byggingarefni, það losað ákveðin kolefni við það. Við uppbygginguna sjálfa, svo þegar við förum að nota og erum að viðhalda og uppgera, það ákveðin losun sem á sér stað þar. Þegar við förum í niðurrif, það losun sem á sér stað við í raun og að taka byggingar í sundur og í raun og líka við það að farga eða urða. Og svo líka ákveðin losun sem á sér stað þegar við erum að endurnota, þegar við erum að reyna að hreinsa efni að koma þeim aftur í notkun. Þannig að það að skoða í raun og veru losun á öllum þessum fösum. Og þetta alls ekki einfalt, en þetta í raun og veru það sem við erum búin að vera að gera svona, síðan í janúar, að reyna að taka saman þau gögn sem eru til, skoða hver staðan á Íslandi og reyna kannski líka að koma upp einhvern svona farveg fyrir mælingar á næstu árum. Og og mér langaði svona aðeins að kynna fyrir ykkur núna þessar niðurstöður sem við erum með núna. Ég fer kannski ekkert voðalega djúpt í allt, ég hef ekkert endalausum tíma, ég gæti verið inn í klukkutíma, en það víst ekki í boði. Ásgeir bara að bjóða mér aftur. En en mér langar bara svona aðeins að fara í gegnum þessar helstu fyrstu niðurstöður og kannski vonandi fá ykkur aðeins þess að hugsa með mér og okkur og líka bara koma samtalena aðeins meira af stað. Þessar fyrstu tölur, þegar við tölum byggingariðnaðinn í Íslandi, þá erum við að skoða losun frá nýbyggingum. Þannig raun og veru hvað losa við þau byggingarefni sem við erum að nota á einu viðmiðunarári. Að við tókum í þessu svona ákveðið meðaltal 2018, 19 og 2020. Það raun og veru bara með við þau gögn sem við eigum. Þannig að það svona ákveðin magntaka á byggingarefnum, magntaka á framkvæmdum, hvað erum við að byggja mikið. Svo raun og veru þá losun frá öðrum byggingum. Þá erum við að tala í raun og veru þær byggingar sem eru nú þegar byggðar og þá erum við helst að tala orkunotkun í rekstri og það sem losað við viðhald. Þetta eru svona þessar grunntölur sem við ætlum að vinna með núna í dag. Þannig í raun og veru það fyrsta sem við þurfum að skoða og fengum upplýsingar frá fasteignaskrá þá heildarbyggingarmassin á Íslandi. Hvað eigum við akkúrat núna? Þannig við í raun og veru skiptum þessu upp í tvennt. Við erum með í raun og veru það sem nú þegar byggt. Það þessi 38 milljón fermetrar, þetta byggingamassin á Íslandi eins og hann í dag og svo erum við með 565.000 fermetrar af nýbyggingum á ári og hérna eru tölur frá 2020. Þessi tvær massatölur síðan skiptast niður á 10 flokka byggingarflokka og þið sjáu hlutfallstölunar hér. Það sem við fengum líka frá frá fasteignaskrá er raun og veru upplýsingar byggingarefni útveggja og þetta rosalega mikilvægt þegar við fyrir að skoða í raun og veru hvaða aðgerðir geta kannski leitt til þess að við fyrir að draga úr kolefnisspori, við fyrir að tala byggingarefni og svona sko. Þannig að þetta eru þær upplýsingar sem við fengum frá fasteignaskrá. Svo raun og veru það næsta sem við þurfum að gera og gerðum að skoða þær lífsferilsgreiningar sem hafa verið framkvæmdar á Íslandi. Þær eru ekki margar en þær eru þó 10 og þessar 10 lífsferilsgreiningar voru lagðar til grundvallar. Við erum í raun og veru með 2 flokka af tegundum bygginga. Við vorum að skoða íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði. Þannig við tókum í raun og veru þessar 10 flokka sem þið sáu á glærunni áðan og skiptum þeim niður í 2 flokka. Þannig íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði. Þannig við höfum nægar greiningar til þess að í raun og veru til þess að túlka í raun og veru þessar 2 tegundir af íbúðarhúsnæði. Eins gátum við líka skipt greiningunum upp í byggingarefni og við erum með 7 greiningar sem taka á steyptum mannvirkjum og 3 greiningar sem taka það á timburmannvirkjum.
þegar við skoðum fasana, þetta í raun og veru þessi hringur sem ég sýndi ykkur áðan og núna búið að fletja hann út og hérna í raun og veru höfum við þá alla fasa í lífsferilsgreiningu. Við sjáum í raun og veru þetta skipt niður í 4 meginflokka. Við erum með byggingarefnin, framkvæmdina, svo notkunarfasin og síðan loklíftímafasin. Og það sem í raun og veru gerist hér í öllum þessum lífsferilsgreiningum sem við höfum, þá í raun og veru skipt niður losun á hvern einasta fasa og við getum í raun og veru þá farið að sjá hvað í raun og veru þessi byggingamassi þýðir. Og hér höfum við þá þessar fyrstu losunartölur út frá þessum 10 lífsferilsgreiningum. Við höfum hérna íbúðarhúsnæðið, bæði timbur og steypt og atvinnuhúsnæðið sem bæði timbur og steypt. Það flokkur sem við köllum annað. Þetta eru þá í þessum 10 byggingagerðarflokkum áðan, þetta eru útihús og vörugeymslur. Bara því miður eigum við ekki nægar greiningar til þess að geta kannski gefið góðar tölur losunartölur fyrir þessar típur af tegundur af byggingum. Þannig að þetta kemur vonandi bara seinna. Þannig að þetta í raun og veru kannski það sem við erum að vinna með núna, þessar losunartölur. Þið sjáu fasana, A-fasin, þetta eru byggingarefnin, B-fasin þá notkun og C í raun og veru förgun eða loklíftíma. Já, ég kannski ætla ekki að fara of mikið í tölurnar hér en það bara ákveðin svona, hvað segir maður, þetta var svona, við lögðum fyrir okkur ákveðna forsendur bara til að komast af stað í þessari vinnu. Þannig að við tökum í raun og veru þessar losunartölur sem við fengum úr íslenskum lífsferilsgreiningum og getum þá í raun og veru farið að áætla losun frá byggingum á Íslandi á einu viðmiðunarári. Við höfum þá í raun og veru fyrst höfum við þá losun sem á sér stað við þessar nýbyggingar. Þetta eru þá helst byggingarefnin eins og þið sjáið, fylgjum A1 til A3, mesta losun hvað varðar nýbyggingar þar sem gefur kannski til kynna að við getum þetta mikils að vinna að skoða önnur byggingarefni, skoða líka bara kolefnislosun frá mismunandi byggingarefni til að reyna að draga fram eða draga úr í raun og veru kolefnislosun á þessum fösum. Eins sjáum við A4 og A5, þetta þá í raun og veru A4 þá flutningur frá í raun og veru frá hafnarsvæði til dæmis á verkstað og svo höfum við A5 sem þá orkulosun á framkvæmda stað og það þá A5 fasin og við sjáum hér að hægt að fara að skoða í raun og veru svona núllosunar framkvæmdir, skoða rafknúnar vinnuvélar og svoleiðis til að reyna að draga úr þessum tölum. Já, þannig þetta eru þá nýbyggingarnar og svo höfum við byggingar alls, það í raun og veru tvær losunartölur fyrir byggingamassan eða núverandi byggingamassa. Fyrst höfum við í sjálfu sér B6 sem þá notkunarfasin, þetta orkan. Við sjáum að það alveg ofboðslega hátt hlutfall í sjálfu sér af heildarlosun á einu viðmiðunarári rakin til orkunotkunar byggingar sem gefur til kynna að við getum kannski fara að skoða betri orkunýtingu í byggingar til þess að reyna að draga úr þessu. Og svo eins höfum við í raun og veru viðhaldsfasin, það B4 til B5. Þetta í raun og veru, já, þið sjáum við tökum byggingamassan fyrir árið 2000. Við gáum okkur það að kannski svona almennt séð ekkert mikið viðhald að eiga sér stað vonandi í byggingum fyrir en eftir að þau ná 20 ára aldri og við erum svona aðeins að reyna að áætla út frá því. Ég veit ekkert hvernig ég á tíma en ég held bara áfram. Já, svo í raun og veru það sem við kannski sjáum helst með þetta viðhald. Við fórum síðan að skoða í raun og veru innflutningstölur frá Hagstofunni. Og við erum að flytja inn töluvert meira timbur en kannski við erum að sjá notaðar í þessum lífsferilsgreiningum. Þannig að það ákveðið missamræmi hér og þú veist, við áætlum allan innan hópsins að það svolítið vanmat á í raun og veru viðhaldi á Íslandi. Ég held við erum að stöndum í miklu meira viðhaldi á byggingum en gefið til kynna í þessum tölum. Þannig að við eigum vona á þessar tölur rjúki aðeins upp þegar við förum að rýna þessar tölur betur. Já, allavega, þannig að loka niðurstaðan að við erum að horfa á kannski 360.000 tonn af ígildum af kolefni á ári. Þetta þá sirka, hvað erum við að tala sirka tonn á hvern íslenskan íbúa og þetta samsvarar því í raun og veru að keyra einkabíl í 1 ár, 1,5 ár segi ég, já.
Þannig við sjáum hvað þessar tölur skipta ofboðslega miklu máli og ef ég kannski svona, leyfi mér að tala hvað í raun og veru, hvað ég held að þessar tölur séu í raun og veru litlar með það sem það eiga að vera. Það vantar inn í þetta allar brýr, alla vegi, alla innviði. Þannig þetta er í raun og veru bara byggingamassin og svo teljum við einmitt eins og ég segi að viðhald og svoleiðis sé vanmetið. Þannig við erum vona á þessar tölur rjúki upp þegar við förum að vinna þetta aðeins betur og fáum meiri upplýsingar. Það eru nokkrar afmarkar í þessum fyrstu tölum. Fyrst og fremst það í raun og veru bara það hvað við eigum fáar íslenskar lífsfærnisgreiningar. Ég á vona að þetta að fara að breytast alveg ofboðslega hratt núna á næstunni og við erum bara að sjá það er bara verið að framkvæma töluvert meira af lífsfærnisgreiningum. Leið þar lagðar til grundvallar þá getum við farið í raun og veru að besta þessar tölur. Það er ósamræmi í hvernig verið að meta timbrið. Í raun og veru þessi túlkun á eiginleika timbrið þess að geyma kúlefni, erum við að losa það strax við í raun og veru framleiðsluna eða er verið að losa kúlefni þegar við erum að farga timbrinu. Svo líka losum við framkvæmdi, við fengum alveg ofboðslega góðar upplýsingar frá verktökum sem þarf að rýna í betur í raun og veru að skoða betur hvernig þessi olía við framkvæmda tíma er að skiptast á milli uppbyggingu og flutninga betur. Við þurfum líka að skoða nýtingarhlutfall byggingarefni sem kemur á verkstað, hvað er mikið raunverulega að koma inn og hvað er mikið að falla til. Eins notkunarfasin, orkunotkun í rekstri, Orkuveitan gaf okkur alveg ofboðslega aðgang á rosalega góðum upplýsingum höfuðborgarsvæðið. Það þarf að rýna þetta betur, hvað var það landsvísu. Erum við að vanmeta viðhaldið og svo losum við niður. Það vantar í allar þessar tölur sem við sáum kannski áðan. Við erum ekki með fjölda byggingar sem verða úreltar á ári. Þannig að það er mjög erfitt fyrir okkur að áætla hvað er mikið losa við það. Þannig að þessar tölur ég vonast til að koma inn í næstu mælingu og svo vantar okkur kannski meiri skýringu á flokkun úrgangs og þá getum við farið að taka þessar tölur ennþá lengra. Þetta er svona, mjög stutt eins og ég segi, ég bara hvet ykkur til þess að hafa samband við Þóru, hafa samband við mig ef þið viljið fá frekar upplýsingar, ef þið búið yfir einhverjum geðveikum upplýsingum þá erum við ofboðslega til í það alltaf, þannig að mjög skemmtilegt og ég bara kasta þessu til Þóru. Takk fyrir. Þetta er alltaf gríðarlega áhugavert og spennandi að vera að koma með smá tilfinningu fyrir losuninni frá byggingareinum og grundvöllur þess sem að við þurfum svo að fara að gera og framkvæma. En ef að ég þá tek við og held áfram í rauninni það sem frá er horfið hjá Sirrý, að þá langar mig til þess að byrja að segja eins frá því að verkefni Byggingareinni framtíð og ítreka það að þetta er samstarfsverkefni stjórnvalda og atvinnulífs. Og það eru fjöldi aðila sem að koma að verkefnastjórn þessa verkefnis og þarna sjáum við merki þeirra aðila og þar á auki umhverfisráðuneytið mjög sterkur bakhjarl og hefur stutt okkur gríðarlega með fjármagni og þekkingu og fleira í þessu verkefni. En verkefni sem sagt, til þess að rifja það upp frá kynningun áðan, að þá sem sagt felst verkefnið okkar í því að Byggingareinni framtíð að gera vegvísi að vistvænni mannvirkjagerð. Og fyrsti liðurinn í því er einmitt að meta losun byggingarinnar og það er það sem að Sirrý og hennar félagar eru búin að vera að gera og hún var að kynna okkur. En síðan er viðfangsefnið líka að setja markmið sem til þess að minnka þá losun og skilgreina aðgerðir sem til þess að ná þeim markmiðum og mig langar að fjalla þessum þann hluta verkefnisins. Við erum ekki búin að gefa út vegvísin, við erum enda á rauninni svona, ég vil nokkið segja alveg meiri á, við erum að loka sprettinum. Þannig að það sem ég er í sýningu núna er að við erum aðeins að kíkja svona, opna pakkan og ég set ákveðna fyrirvara auðvitað að einhverja breytingar eigi eftir að verða svona loka sprettinum. Þannig að en ég held að þetta gefa okkur ágætis mynd af því hvað koma skal. Aðeins til þess að gefa okkur smá tilfinningu fyrir framvindunni og hvar við erum stödd á tímalínunni, þá langar mig að segja ykkur frá því að við byrjuðum þetta verkefni fyrir árið síðan í september í fyrra og þá kom verkefnastjórnin saman og við vorum svolítið að skilgreina verkefnið og efnistökin, fjármagnaða, mynda hópa og svo framvegis og svo í janúar upphafi árs, eins og Sirrý sagði, þá byrjuðu þau að afla gagna fyrir sinn hóp og byrja að meta losunina og þau eru eiginlega bara held ég búin. Já. Ég er bara búin. Já, einmitt.
En svo voru aðrir 5 hópar sem að var líka hleypt af stokkunum og það voru og þeir voru aðeins öðruvísi að þeir voru þeirra verkefni fólst í því að skilgreina aðgerðir í ákveðnum málaflokkum sem eiga að stuðla að vistvæn mannvirkjagerð og þetta voru hátt í 30 sérfræðingar sem að mynduðu þessa hópa, þeir héldu vinnustofur og töluðu fleiri hagaðila. Þannig að það voru í rauninni, allt kom til alls að hátt í 200 mann sem að tóku þátt í þessari vinnu að skilgreina þessar tillögur aðgerðum að vistvæn mannvirkjagerð. Núna erum við búin að fá þessar tillögur frá þessum hópum, þetta eru einhverjar 75 tillögur og við erum búin að safna þeim saman, yddaðar aðeins og auðvitað var einhver skörun og slíkt og við erum líka að tala við í rauninni þá aðalega sem lagt til að bera ábyrgð á þessum aðgerðum, hvort þeir séu til í að vera með og bera í rauninni ábyrgð á þeim. Og við erum bara líka áfram í þessu samtali við fleiri hagaðila til þess að reyna að koma svona tiltölulega góðir aðgerðaáætlun sem að flestir eru svona sammála að við ættum að setja í framkvæmd og svo sjáum við fyrir okkur núna næstu vikum og mánuðum að þá verði skjalið sett í umsagnarferli þannig að þá er enn og aftur tækifæri fyrir fólk til þess að koma með umsagnir og komment á áætlunina áður en við gefum hana síðan út í október, jafnvel ekki fyrir í nóvember. Þannig að þetta er svona tímalínan hjá okkur. Þannig að við erum í þessu samráðsferli en þá vonandi bara á lokasprettinum. Nú, en hvaða markmið og hvaða aðgerðir eru þetta sem við erum búin að liggja núna á borðinu og við erum að vinna með? Nú ætla ég að segja ykkur frá því. Hópur 1, hann fjallaði aðgerðir sem að stuðla að notkun á vistvænna byggingarefni og við hefum séð fram á það að markmið með þeim aðgerðum geti hljóðað einhvern veginn þannig að það verði 55% samdráttur í losun frá innbyggðu kolefni frá byggingarefni í rauninni með árið 2020 og aðgerðina sem eiga að stuðla að þeirri þróun meðal annars það að í fyrsta lagi var mikið ákall að það verði við notum ákveðin gagnabanka byggingarefni og þar sem að við sjáum umhverfisáhrif byggingarefna nokkuð augljóslega. Lausnin gæti verið svo að við hoppum á vagn með Norðurlandaþjóðunum og gagnabanka af bönkum sem að þar eru eða við getum búið til okkar eigin og viðfangsefnið þarna er svolítið að skoða hvaða leið er best og hrinda því svo þeirra ákvörðin framkvæmd. Þarna er líka aðgerð sem að gera ráð fyrir að endurskoðun á svokölluðum steypukafla í byggingarreglugerðinni að það verði sett að lágmarkskröfur sement og steinefni til þess að gera steypuna grænni og síðan er þarna líka gert ráð fyrir ákveðinni greiningavinnu og aðgerðum sem eiga að stuðla að framleiðslu á íslensku byggingarefni og vistvænu byggingarefni. Við sáum náttúrulega að þetta er stærsti hlutinn af losun byggingarinnar er þarna í þessum fasa þannig að aðgerðin þarna eru gríðarlega mikilvægar. Og var frábært að Þorsteinn Viglisson hjá BMWall er að koma og segja ykkur frá frábæru átaki sem að þau eru í tengslu við akkurat þennan þátt. Gríðarlega mikilvægt. Nú, síðan var það hópur 2 sem að tók fyrir aðgerð sem að stuðla að vistvænum framkvæmdasvæðum og þar voru þið aðalega fókusera á orkuskipta á vinnuvélum af því að eins og þú varst að sýna að rauninni á umhverfisáhrif byggingarinnar endurspeglast í rauninni bara út af þessari tölu í losunarbókhaldi Íslands. Þetta er og auðvitað sjáum við og vitum við og þetta er auðvitað mun meiri losun heldur en sú tala gefur til kynna. Og markmið sem að þarna var sett var við að það verði þá 70% samdráttur á losun vegna vinnuvéla á framkvæmdastað árið 2030 með 2020. Sumum finnst þetta kannski ekki nógu metnaðarfullt eða öðrum kannski finnst þetta allt of óraunhæft. Það eru þetta skipta skoðanir en þetta var allavega niðurstaðan eins og staðan er í dag. En aðgerðir til þess að ná þessu markmiði fylgast meðal annars í því að afla frekari gagna vinnuvélaflotann á Íslandi og þannig að við getum alltaf séð stöðu hans hverju sinni og hversu stór hluti hans er með vistvæna orkugjafa og hversu stór hluti er ennþá með eldsneytisnotkun. Og þarna koma vinnueftirlitið og Orkustofnun sterkt inn og þarna er líka gögn sem að það stuðla að betri spá orkuskipti tengslu við vinnuvélarnar.
Þarna líka aðgerð sem skiptir líka gríðarlega miklu máli, það að tryggja innviði, nauðsynlega innviði á framkvæmdastað þannig að við getum í rauninni farið í þessu orkuskipti og þarna koma sveitarfélögin, veitufyrirtækin og byggingaverktakar og fleiri mjög sterkt inn. Þarna þurfum við öll að leggja saman eitt til þess að stuðla þessari þróun, tryggja þessa innviði. Síðan gríðarlega mikilvægt að við fáum aðila, hvort sem að það eitthvað sveitarfélag eða ríkið sem að koma með einhvers fordæmisgefandi verkefni. Það þarf nú ekki að vera harpa, þetta getur verið einfalt mannvirki. Þar sem að við erum með framkvæmdastað sem er án losunar. Þetta byrjaði í Noregi. Osloborg hefur sýnt frumkvæði þessu. Ef að Oslo getur þetta, þá getum við þetta líka. Þannig að þetta og gríðarlega mikilvægt að við fáum svona verkefni, sýnum að þetta sé hægt og dreifum lærdum af þannig að það verður þá auðveldara að feta í þau fótspor. Síðan þarna aðgerð sem svolítið áhugaverð og hún felst í því að það verði skoðað hvort og hvenær eigi að banna nýskráningar á vinnuvéljum sem að ganga fyrir jarðefnaeldsneyti. Og þetta svolítið speglun á samskonar aðgerð í tengslu við bílana. Þannig að þetta eru svona dæmi aðgerðir sem að stuðla sérstæða orkuskipti á vinnuvéljum og minnka losun á framkvæmdastað. Drög að því. Síðan það þriði hópurinn sem að skoðaði notkunartíma mannvirkja og hvernig við getum stuðla að vistvænni notkunartíma. Þarna orkumálin kannski sem að eru svona mest í brennidepli, þannig að þarna gert ráð fyrir 20% samdrætti í losun vegna orkunotkunar nýbygginga. Og aðgerðin þarna endurspegluðust að samanskapi mjög mikið í orkunni, meðal annars auðvitað að afla frekari gagna orkunotkun, en líka að það verði sett samræmd aðferð til þess að framkvæma orkuútreikninga. Framhaldinu að það verði hreinlega gerð krafa orkuútreikninga fyrir nýbyggingar og svo þegar við erum búin að fá meiri reynslu og afla frekari gagna þá verður jafnvel krafa ákveðna orkunýtni þegar í nýframkvæmdum. Og þetta svona dæmi það sem aðgerðir sem tengdust orkumálum, en þarna var líka aðgerðir sem tengjast auknu viðhaldi. Það náttúrulega gríðarlega mikilvæg þáttur til þess að lengja líftíma bygginga, en líka náttúrulega mikilvægt að þessar viðhaldsaðgerðir séu svona í umhverfisvænni kantinum. Það gríðarlega tækifæri því. Og einn liðurinn í því einmitt að gera handbók hússins, svokallað eins og smurrbók hússins, svona virkari til dæmis með aðkomu mannvirkjaskrár sem hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Þannig að viðhaldssaga, hægt sé að skrá viðhaldssögu byggingar jafnt og þétt og hún verði augljós og eins og segi með þeim tilgangi að meðal annars að lengja líftíma húsnæðis og auka upplýsingar. Við gerum þetta við bílan okkar og þá akkur ekki við húsin. En þetta svona dæmi þær aðgerðir sem voru í notkunarpartinum. Síðan það fjórði þátturinn sem tengdist þá lokalíftíma og hringrásarhagkerfinu og úrgangsmálum. Þarna markmið sem ég vil setja kannski hvað mestan fyrirvara á af því að þetta ennþá í smá skoðun hjá okkur. En þarna með við að 90% af skráðum byggingarúrgangi verði þá komið til endurnýtingar eða endurvinnslu. Nú þegar þetta hlutfall frekar hátt í dag sem betur fyrr. En auðvitað líka markmið sem við getum sett varandi að bara draga úr náttúrulega urðin, en líka bara myndun úrgangs almennt. Og það mjög líka leitt að tala úrgang í þessu sambandi, þetta auðvitað byggingaverðmæti, byggingarauðlindir. Þannig að spurningum hugtakanotkun. En þarna aðgerðir sem miða því að það verði hreinlega að skila inn rauntölum magn úrgangs. Það verði forsenda til dæmis fyrir lokaúttekt. Þannig að við fáum betri gögn myndun og byggingaverðmæta eða byggingarúrgangs. Það má alveg segja að grunninn til eru margar þessar aðgerðir sem tengjast í rauninni bara betri gagnaöflun á öllum þessum sviðum, þannig að þetta bara endurspeglar það. En síðan þarna aðgerðir sem ganga út frá auknum rannsóknum og gera leiðbeiningar í tengslu við niðurrif og endurnýtingu. Og þarna líka aðgerð sem miðar að því að það verði gert sölutorg fyrir óvirkan úrgang fyrir jarðveg og jarðefni, þannig að það sé ekki verið að keyra þetta efni til og frá út allan bæ frá einum framkvæmdastað upp í einhverja pytti út fyrir bæjarmörkin og svo þetta keyrt aftur inn í bæ í einhvern annan grunn og það eru margir sem að þekki þetta og mikil losun sem fylgir þessu og mikið til unnis ef við náum að koma þessu í framkvæmd.
En eins og þið sjáu þarna eru þessi 4 fasar í lífsferiðsgreiningunni sem að Siri fór svo vel yfir áðan og við ákveðum að nota þetta módel í rauninni til þess að forma okkar verkefni. En þegar við vorum svona búin að setja þetta aðeins á blað að þá sáum við, ok, en það vantar alveg þannig að þáttvarandi hönnun og skipulag. Það náttúrulega sá þáttur þar sem að þú hefur hvað mest áhrif á, þú ert með auða blaðið, þú ert að fara að móta mannvirki og það hefur hvað mest áhrif á hversu vistvænt mannvirki verður. Þannig að við ákveðum að búa til 5. hópinn sem að endurspeglar það, en það þó ekki hægt að sáum það var ekki hægt að setja einhver markmið samdrátt í losun frá þeim hópi, heldur þetta rauninni aðgerðir sem að svolítið hjálpa til að ná árangur í hinum fösum 1-4. Það er svona leggst hann yfir hinna hópana með þessum hætti. Þess að 5. hópurinn þá aðgerðir sem eiga að stuðla að vistvænni skipulagi og hönnun. Og þarna eru gerð lífsferiðsgreininga, það að þróa samræmda aðferð við gerð lífsferiðsgreininga hérna á Íslandi, að afla gagna á miðlægan stað, gera þetta í rauninni svo að skyldu, þannig að kolefnisspor hverrar nýbyggingar er reiknað út. Og svo sjáum við hvernig þróunin er erlendis, í Hollandi og Norðurlöndunum það verður sett ákveðið hámark á þú mátt ekki byggja byggingu sem losar meira en eitthvað x á per fermetra og þá skiptir útreikningar og lífsferiðsgreiningu miklu máli í því sambandi og sjáum alveg fram á ef að þróunir þessi erlendis að það verður þá líka hér og þessar aðgerðir ganga svolítið út frá því. En þarna skiptir líka miklu máli að aðgerðir sem að tengjast fræðslu og þannig að þetta sé líka hagkvæmt að þetta auki ekki mikinn kostnað við byggingargerðina að gera þessar lífsferiðsgreiningar. Þetta er gríðarlega mikilvæg þáttur í öllu þessu verkefni, það eru þessar lífsferiðsgreiningar. Þarna er líka gert ráð fyrir umhverfisvottunum og fyrsta aðgerðin þar tengist því að við séum að greina ávinning af umhverfisvottunum bæði með tilliti til kostnaðar en líka með tilliti til losunar. Við þurfum að fá betri upplýsingar hvaða áhrif umhverfisvottanirnar hafa. Og það er mikilvægt í því þegar fólk er að taka ákvörðun hvort að þeir fara þá vegferð eða ekki. Þannig að þarna eru þessi 5 flokkar, 5 hópar sem að voru að skilgreina þessar aðgerðir. Svo er eiginlega 7. flokkurinn sem við bættum eiginlega við ákveðum að draga aðgerðir sem að tengjast hvötum til umskipta, þessu grænum hvötum, af því að auðvitað er það líka ákveðin drifkraftur sem verður til staðar og mikið ákall eftir að þannig að fólk upplýsi ekki bara já, og eigum við bara að gera þetta og það er ekkert sem að hvetur okkur áfram nema innan gæsalappa umhverfis áhrifin sem er náttúrulega á að vera nægur hvati út af fyrir sig. En auðvitað verða líka grænu hvatirnar að fylgja með, við vitum það öll. Þannig að við ákveðum að draga það sérstaklega í sérstökum kafla og aðgerðina það miða við að í rauninni að ríkið komið þarna inn og sveitarfélögin líka og fjármálastofnanirnar en líka að iðnaðurinn hefur líka þetta tækifæri til að leggja sitt af mörkum til þess að mynda hvata. Þarna eru til dæmis að tala hreinlega auðvitað tillögur ívilnanir og gjöld sem að ríkið geti komið með og saman sveitarfélög eins og við séum með Hafnarfjarðarbæ sem að mér finnst alltaf gott að nefna og allir nefna held ég að lóðarafslættun og lóðargjöldunum ef að nýbyggingin er umhverfisvottuð. Mjög gott fordæmi og fleiri sveitarfélög geta fylgt þar eftir útgáfa grænum skuldabréfum og svo framvegis. Fjármálastofnanir geta líka og eru byrjaðar í þessari vegferð en þær hafa verið að kalla eftir að við setjum samræmt viðmið hvað er í rauninni vistvæn bygging og það er ýmsir mælikvarðar sem við getum notað í því sambandi og aðrar aðgerð sem er svolítið svona meira því að við vinnum saman að sameiginlega skilgreiningu á því. Þarna er líka verið að tala að setja á stofn samkeppnissjóð sem er meira að segja búið að setja reglugerðum, Askur, mannvirkjarannsóknarsjóður sem við vonandi verður förum við í svona kall núna í október, nóvember og fleira. Þannig að þetta eru hátt í 8 aðgerðir í hvötum til umskipta. Þetta er stór hluti af 55 aðgerðum sem að fjalla hvata til umskipta, gríðarlega mikilvægt. En síðasta glæra mín vil bara áður en ég hætti, það getur eins og Siri, maður getur talað endalaust þetta. Þarna eru drög að einhverjum 55 aðgerðum sem eiga að hafa tilætluð áhrif. En auðvitað náum við aldrei árangri bara út frá þeim. Auðvitað verðum við að horfa á alla virðiskeðjuna
og horfa á hvað í rauninni verður hver og einn aðili að horfa á sína stöðuna virðiskeðjunnar og hugsa hvað get ég gert, hvað tækifæri hef ég til að gera betur út frá minni stöðu í virðiskeðjunni og eins og við sjáum til dæmis að Þorsteinn og félagar eru að gera í BM Vallá. Og þarna erum við sem sagt með, ég sé að uppsetningin og glærun er eitthvað skrítin, önnur hlutvöll, en ég vona að það trufli ykkur ekki. En þarna erum við sem sagt með aðalega eins og framleiðendur á byggingarefni og byrgja og innflutningsaðila byggingarefnum. Við erum með hönnuði, verktaka, þá sem eiga og reka og nota mannvirki, fjármálastofnanir, opinbera stjórnsýslu og mennta- og rannsóknarsamfélagið. Og ég ætla bara að nefna svona dæmi hvað fólk getur gert út frá þeirri stöðu sem það er í virðiskeðjunni. Til dæmis, þeir sem eru byrgjar á byggingarefnum geta svo sannarlega aukið framboð sitt á vistvænum byggingarefnum. En á móti þá þurfum við þeir sem eru að byggja að búa til eftirspurnina á þessum sömu byggingarefnum. Þetta spilar saman. Þeir sem eiga og reka og nota mannvirki geta líka gert betri kröfur umhverfisskilyrði í útboðum. Að það séu og stuðla að því að það séu gera lífsfjölskreiningar og jafnvel gefi lengri undirbúningstíma fyrir áður en að framkvæmdir hefjast og jafnvel gefið hönnuði lengri tíma til þess að vinna sína vinnu og hönnuðir geta komið hann inn og vanda sig meira við það að minnka sóun til dæmis á byggingarefnum. Verktaka getur komið þarna inn betur með því að vera betri í að flokka úrgang og reyna að stuðla að orkuskiptum á vinnuvélum. Fjármálastofnanir geta komið inn með auki framboð á grænni fjármálastofnun. Opinberar stofnanir geta komið þarna inn með og náttúrulega hjálpa til við að auka upplýsingar losun en líka með þessa grænu hvata og verið fyrirmyndir. Auðvitað það svolítið, finnst mér svona ætlast til þess að þið opinbera dragi svolítið vagnin í þessari þróun. Þannig að það er ákveðið hlutverk sem að opinbera þarf að taka líka og held ég sé að gera. En auðvitað í auknum mæli, má gera í auknum mæli. Og svo er það rannsóknarsamfélagið sem má alltaf rannsaka meira og fræða og mennta þetta fólk sem við þurfum til þess að þessi þróun eigi sér stað. Og hugsið ykkur bara ef allir tökum þessi skref svolítið samtaka, hver áhrifin geta verið stórkostleg og við þurfum náttúrulega að gera þetta og umbreyting getur orðið gríðarlega mikil ef við öll erum samstíga og við náum vonandi þeirri umbreytingu sem þarf að eiga sér stað. En þetta ég er búin að ljúka minni kynningu í bili. Ég hveti ykkur til þess að bara einmitt að hafa samband, taka þátt í umsóknarferlinu sem er framundan, koma ykkar punktum inn og vera virk og taka þátt í þessari vegferð. Við getum öll gert eitthvað, svo sannarlega og þetta er bara mjög spennandi og maður finnur bara fyrir jákvæðum drifkraft í þessu öllu og fólk segir bara loksins og hefur verið bara algjör forréttindi að vinna og taka þátt í þessu verkefni. En takk fyrir mig í bili, við tökum við spurningum eftir. Ég heiti Þorsteinn Víglundsson og ég er forstjóri eignarhaldsfélagsins Hornsteins. Hornsteinn á og rekur 3 félög í byggingariðnaði, BM Vallá, Sementsverksmiðjuna og Björgun. Og við höfum sett okkur það markmið að ná kolefnishlutleysi í framleiðslu okkar fyrir árið 2030. Þetta er mikið og metnaðarfullt markmið og krefst margþátta aðgerða. Við höfum í samstarfi við Sementsbyrgi okkar í Noregi verið þá þáttakandi í einu stærsta föngunar- og niðurdælingaverkefni á kolefni í sementsframleiðslu sem mun tryggja það að kolefnisspor sementsins sem við notum mun minnka helming árið 2024. Við erum einnig að horfa til þátta eins og endurvinnslu og endurnýtingar á fylliefnum með það sama markmið að leiðarljósi að draga verulega úr kolefnisspori framleiðslunnar. Síðast en ekki síst erum við að horfa til samstarfs við viðskiptavini okkar og hönnuði bygginga minni sementsnotkun í steinsteypu til þess einmitt að draga úr kolefnissporið þeirra. En hér á Íslandi erum við mjög gjarnan að hanna mjög sterkar byggingar og sérlega með breyttu byggingarlagi eins og til dæmis einangrun bygginga og klæðninga að utan eru tækifæri til þess að draga verulega úr styrk steinsteypunnar og leið kolefnissporinnar. Það skemmtilega þetta við þær lausnir er að samhliða því sem við notum bæði minna af sementi og sement með lægra kolefnisspori að þá erum við að lækka kostnaðinn við steinsteypuna og erum þar af leiðandi bæði í senn að bjóða umhverfisvænni og ódýrari lausnir. Þar fara hagsmunir viðskiptavina og okkar vel saman. Nú síðast en ekki síst höfum við undangengin ár verið með verkefni sem við kallum grænir verktakar
þar sem við bjóðum viðskiptavinum okkar að taka við aftur notuðum umbúðum utan af framleiðsluvörum okkar, sérílega í múrframleiðslun okkar, og koma þá plastumbúðum sem slíkum aftur inn í hringrásina. Hvort sem það eru stór skref eða lítil, miða þau öll að sama markmiði að tryggja kolefnishlutleysi fyrir árið 2030. Jú, komið sæli, ég heiti Þorsteinn Víglundsson og ég forstjóri eignarhaldsfélagsins Hotsteins sem móðurfélag BM Vallár, Sementsverksmiðjunnar og Björgunar. Og við settum okkur einmitt þá stefnu fyrir ári síðan að stefna á núllið, þar að segja að við myndum ná kolefnishlutleysi fyrir árið 2030. Og það einmitt áhugavert þegar við fórum að velta fyrir okkur, hvað erum við þá að horfa á hvaða losun erum við að ráðast á, eða má orða sem svo í okkar framleiðslu eða okkar kolefnisspori. Og það eins og Sergey kom inn á hér áðan, einmitt mjög áhugavert í tilfelli byggingariðnaðar, af því að 85% af kolefnisspori steinsteypunnar vegna sements, sem í okkar tilfelli framleitt í Noregi og tilheyrir þar af leiðandi loftslagsbókhaldi Noregs í raun. En við auðvitað verðum í raun og veru sem þjóð að horfa á báðar hliðar máls í okkar tilviki, þar að segja annars vegar á kolefnisspor okkar sem framleiðslu þjóðar, og í mörgum tilfellum erum við þar útflytjendur á vöru eins og sjávarafurðum og áli, svo dæmi sé nefnt, en ekkert síður á einmitt hvað erum við að flytja inn, á hvaða kolefnisspori berum við í neyslu okkar í raun ábyrgð, því að það ekkert hægt að horfa fram hjá því að í raun og veru bara flytja út vandan með þeim hætti. Þetta sameiginlegt vandamál allar heimsbyggðarinnar og við berum þar af leiðandi ábyrgð sem neytendur hvaðan sem varan upprunnin. Og í þessu samhengi horfum við strax á þann veruleika að ég segi grænþvottur leysir ekki vandan í yfirskrift míns erindis, og það hefði þetta verið mjög þægilegt í okkar tilviki að horfa bara á innlendan hluta losunarinnar. Við hefum getað smellt vetni eða metani á flotan okkar og planta nokkrum trjám og málið verið leyst. Og við getað kvittað þetta út svona fyrir 2025 jafnvel. En það auðvitað leysir engan vanda, og eins og við horfum á og farið var yfir hér ágætlega áðan að hvort sem hort á hér á landi eða erlendis, að þá um 40% iðnaðar. Kolefnisspor okkar 40% hluta komið frá iðnaði, eins og við fórum yfir hér, eða Sirrý fór ágætlega yfir, að það kannski að litlu leyti komið til vegna innlendrar byggingarefnaframleiðslu, en það það sem við sjáum aftur á heimsvísu, að þáttur byggingariðnaðar þar mjög drjúgur, að hluta til vegna orkunotkunar, en einnig vegna þá bara efnahvarfa í framleiðslunni, eins og í tilfelli sements það helmingur kolefnisspors vegna efnahvarfs í framleiðslunni og helmingur vegna orkunotkunarinnar sjálfar. Þannig að við tókum strax þá ákvörðun að við ætluðum að horfa á allt okkar kolefnisspor alveg frá vöggu til grafar. Og það, eitt af því fyrsta sem við gerðum var að fá svokallaða EPD-vottun á steinsteypu hjá okkur, og vorum fyrsti íslenski steypuframleiðandinn til þess að gera slíkt. Þar sem einmitt hort á kolefnisspor, hráefna, framleiðslu og dreifingar. Og þannig getum við sett niður fyrir okkur einmitt verkefnið, og þar sjáum við mjög skýrt 85% af verkefninu snýr að kolefnisspori sementsins sjálfs og sementsnotkunar hjá okkur. Og þess vegna hefur við hort til þeirra þátta í þessu verkefni okkar að hvernig getum við annars vegar minnkað kolefnisspor sementsins sjálfs, en ekki síður hvernig getum við dregið úr sementsnotkun í framleiðslu okkar. Í raun og veru mætti að segja hvernig getum við selt viðskiptavinum okkar minna, og það að spara til í hráefnanotkuninni í steinsteypunni sjálfri. Og við sjáum í báðum tilvikum eru fjölmörg tækifæri. Þannig að kannski ef við fer aðeins yfir í hvað verið að gera erlendis hjá okkar sementsbyrgja. Við flytjum inn og kaupum allt okkar sement frá norska sementsframleiðendunum Norsem.
sem núna í einu stærsta fjárfestingaverkefni tengt loftslagsmálum í norðanverðri Evrópu, getum við sagt það. Það sem á að fanga og dæla niður að nýju þeirri losun sem verður til við framleiðslu sements í þeirra verksmiðju. Og þetta þýðir koltvísýringurinn verður þá dælt niður í gamlar olíulindir Norðmanna og þetta mjög áhugavert tilraunaverkefni og væntanlega verður þá niðurdælingu hleypt af stað árið 2024 eða 2025. Og við þá aðgerðina mun kolefnisspor okkar helmingast. Þetta gríðarlega stórt og mikið verkefni og metnaðarfullt og raunar Norcem að halda áfram á þessari vegferð og ætlar að reisa eða getum við sagt endurnýja fyrstu kolefnishlutlausu sementsverksmiðju í heimi í sementsframleiðslu sinni í Svíþjóð og gert ráð fyrir að því verkefni geti verið lokið á þessum áratug. Og það kannski eitt af því sem ég hef mikinn áhuga líka bara út frá þessum málaflokki aftur hvernig getum við knúið á breytingar. Og þá sjáum við einmitt að í tilfelli sementsframleiðenda það sem að hafa mesta áhrif eru kolefnisgjöld eða raun og veru í þessu samhengi evrópska viðskiptakerfi með losunarheimildir, ETS. Og við sjáum á skömmum tíma hefur verð á losunarheimildir nær tvöfaldast, eða ekkert nær tvöfaldast, rúmlega tvöfaldast raunar, farið úr 30 eurum á tonn í upphafi þess árs og komið í einar 65 eurur á tonn núna. Og það ágætt að hafa það í huga, það ekki mjög langt síðan, það fáein ár síðan að verðið var 7 eurur á tonn. Þarna var raun og veru hannað viðskiptakerfi millifyrirtækja, virkar eins og bara markaður með losunarheimildir og það alveg augljóst að þessi markaður byrjaðir að virka og að verið að knýja á þá aðgerðir og fjárfestingar af hálfu fyrirtækja til þess að draga úr losun. Og það hefur breytt myndinni þegar kemur til dæmis að niðurdælingaverkefnin Norcem í Noregi að skyndilega þetta ekki lengur bara kostnaður og góður ásetningur heldur beinlínis sparnaður í rekstri og það þetta þessa grænu hvata sem við þurfum á endanum að nýta til að draga úr losun á heimsvísu og þetta auðvitað í samræmi við til dæmis þá ráðgjöf frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, World Economic Forum og fleirum sem hafa ítrekað bent á að við erum aðeins að skattleggja í raun og veru eða verðleggja 10–20% af losun í heiminum og ef við náum ekki meiri árangur í því munum við aldrei ná til enda með þau markmið okkar að ná fram að draga úr þá hlýnunar áhrifum vegna losunar. Þannig að ég held að það sé ágætt í okkar heimi hér á Íslandi að hafa þetta í huga. Það oft í miður, segi ég af hálfu atvinnulífsins, of neikvæð umræða í garð kolefnisgjalda. En ég fagna því til dæmis að samtök atvinnulífsins hafa sett fram mjög skýra stefnu í þessum efnum þar sem að talað einmitt mikilvægi þess að tekjur af kolefnisgjöldum séu nýttar þá til kolefnislækkandi verkefna. Það að segja að við séum þá að nota sama það fjármagn sem verður til við skattlækninguna einmitt til þess að styðja við verkefni sem draga úr losun. Og þetta má horfa á til dæmis í tilfelli dreifingar í okkar iðnaði, þar að segja þegar við ætlum að fara í orkuskipti í þungaflutningum á Íslandi, þá verður það ekki gert öðruvísi heldur en að það verður ríkir hvatar eða stuðningur til kaupa á slíkum tækjum til að byrja með, því að áætlanir í dag benda til þess að einn flutningabíll á vetni eða rafmagni eða eitthvað slíku verði á 2- til 3-földu verði á við þá hefðbundin dísilknúinn bíl í dag. Og það gefur augaleið að umbreytingin verður mjög hæg ef slíkur verðmunur á að enda hjá notandanum og þarna þurfum við að grípa bara til sömu ráða og við gerðum til dæmis í orkuskiptunum í þá einkabílnum að styðja við af hálfu hins opinbera við þessi umbreytingu eða þessi skipti. Þannig að þetta þáttur sem skiptir miklu máli en það sem mér langar aðeins að fara hér inn í að það hefur nú verið farið ágætlega í gegnum losun byggingariðnaðar og hvaða tækifæri þar eru í erindunum hér á undan.
að þá það, hvað eru við að gera sérstaklega til þess að draga úr okkar losun. Og það auðvitað eins og ég sagði upp að við, 85% af losunum okkar vegna sementsframleiðslunnar sjálfrar og þar reiðum við okkur að sjálfsögðu á gott samstarf við Norcem árangur þeirra megin, en síðan erum við líka að horfa til annarra sementstegunda sem við getum notað, þar að segja sementstegunda frá Norcem með lægra kolefnisspor í grunninn heldur en hreint sement og síðan þá hvernig við getum dregið úr sementsnotkun hjá okkur. Og þar skiptir kannski mjög miklu máli, sjáum við ágætis mynd af því hvernig við ætlum að komast í núllið fyrir 2030 og þá höfum við bent á nýjar sementstegundir sem séu drjúgur hluti. Það enda kostur steinsteypuna líka, hún kolsýrist á líftíma sínum þannig að hún bindur kolefni aftur eftir að hún hefur verið lögð niður yfir þá langan líftíma sinni auðvitað, en það vigtar inn í kolefnisbókhald steinsteypunar. Nú orkuskipti bæði þá í framleiðslu á sementi en ekki síður orkuskipti í dreifingu okkar hér heima fyrir eru gríðarlega mikilvægur þáttur. En kannski einn stærsti og veigamesti þátturinn sem við höfum kallað eftir þá auknu samstarfi við og hefur verið nefnt hér í umræðinni nú þegar. Það að á hönnunarstigi byggingarinnar séum við að mæla kolefnissporið og við séum að leita samstarfs þá með framleiðendum, byggingaraðilum og hönnuðum það hvernig við getum lágmarkað það. Og ég nefni sem dæmi í okkar tilviki, við framleiðum steinsteypa okkar svona náttúrulega byggingarefni. 85% af massanum kemur hér heima frá og má í raun og veru að segja að frá því að við sem þjóð komast inn í nútíman í byggingum að þá höfum við steypt okkar hús. Og þess vegna gríðarlega mikilvægt að steinsteypan sé mitt leiðandi þá í þessu verkefnum að skera niður kolefnisspor bygginga. En við höfum breytt byggingarháttum okkar verulega og við byggjum mjög sterk hús, getum við sagt. Og mættir að segja að við byggjum allt of sterk hús. Eftir að við hófum til dæmis einangra hús að utan sem ég held að það sé 80–90% nýbygginga í dag eru einangraðar að utan, að þá eru við samt sem að gera sömu frostkröfur, sömu veðrunarþolskröfur til steinsteypunar þó hún sé í raun og veru undir kápu allt sitt lífskeið. Hér getum við sparað verulega í sementsnotkun og þar af leiðandi kolefnisspori steinsteypunar. Sama í raun og veru við byggjum gjarnan bygginguna úr sömu steypu, hvort sem inni steypa eða úti steypa, hvort sem hún í gólfplötunni inn í húsi eða veðrunarveggurinn út á við. Þarna aftur hægt að spara verulega til, bæði með þá notkun mismunandi sementstegunda en líka einfallega bara að nota veikari steypur í þessa byggingafleti. Og með þessum hætti gætum við dregið strax úr kolefnisspori steinsteyptra byggingar ég myndi fullið 10% með réttri hönnun, með réttri sements og réttri steypunotkun og þarna höfum við rekið okkur dálítið á annars vegar ákvæði byggingarreglugerðar sem klárlega verður að taka umhverfissjónarmið meira inn í þegar verið eins og nú verið að gera, að endurskoða byggingarreglugerðina, en ekki síður samstarfi við hönnuðina sjálfa. Því að oft sagt að umhverfisvænu lausnirnar eru dýrari og það þarf að sannfæra viðskiptavinin að fjárfesta í umhverfinu. Í okkar tilfelli þessu öfugt farið. Við getum boðið okkar viðskiptavinum ódýrari lausnir og leið grænni lausnir, einmitt af því að stærstur hluti kolefnissporsins liggur í sementinu og með því að draga úr sementsnotkun í steypu drögum við bæði í senn úr losuninni og úr kostnaði við steypuna sjálfa. Þannig að við köllum eftir samstarfi við byggingamarkaðinn og að hjálpa okkur á þessari vegferð og við höfum sagt og bara gefið út á heiðarlegu yfirlýsingu við stefnum á núllið fyrir 2030, við erum búin að kortleggja 70% leiðarinnar, getum við sagt sem við treystum okkur fyllilega til þess að ná fyrir það ártal. Við ákváðum strax eins og að setja okkur það mettaðfulla markmið að reyna að loka þessu gati til fulls og erum sannfærð það að með samstarfi við hönnuði, með samstarfi við stjórnvöld og aðra hagsmunaaðila hér heima fyrir, að þá munum við finna lausnirnar til þess að klára vegferðina á enda fyrir þann tíma.
En ég ætla ekki að hafa mitt erindi lengra hér. Við hvetjum auðvitað aðra aðila í byggingariðnaði til að koma með okkur í þessu vegferð og saman getum við klárlega náð stórkostlegum árangri á þessu stigi. En þá ætlum við að færa okkur hér yfir í spurningar og Þóra og Sirrí ætla að setjast hér með mér og við svörum þá þeim spurningum sem til okkar berast frá ykkur. Já, takk fyrir þetta. Hafið þið eitthvað skoðað, það hérna, ég var að lesa einhver rannsóknir í Bandaríkjunum, Karl Hjúr. Þar sem þeir eru að fanga kolefnið, þú veist, frá framleiðslu sementsins og svo eru að nota það til þess að í raun og veru blanda steypuna og vilja meina, ég reyndar hef ekkert kannski skoðað rannsóknina eitthvað, já, núna kannski ekki bara greip ég fram með fyrir og spurði mín bara fyrstu spurningu, en þú veist, þeir voru að sýna fram á, það var einhver svona forrannsókn sem þeir voru actually að horfa á aukinn steypustyrk með því að blanda kolefni aftur í steypuna og voru að segja síðan líka þyrftu þá minna af sementinu. Þetta er alveg frábært verkefni. Við erum einmitt búin að gera samning við eitt slíkt fyrirtæki og þannig að þetta er, ég ætla ekki að segja þetta sé stóra lausnin, en það er auðvitað líka þegar að sest yfir svona verkefni að þá horfum maður einmitt bara mörg lítil skref eru líka mikilvæg og þetta er alveg klárlega og ekkert sérstaklega lítil skref, þetta skiptir máli af því að bæði bindum við kolefni í stefnuna en við líka drögum úr sementsnotkun. Það er mjög skemmtileg svona samverkan. Og síðan auðvitað er aftur líka einmitt mikilvægi þess að horfa á heildarmyndina eins og þú nefndir Þóra, við erum að flytja fylli hérna fram og tilbaka milli landshluta. Annars vegar í steypu eða í grunna eða eitthvað vegagerð eða eitthvað þess háttar, en svo erum við að moka upp harðan eitthvað staðar annars staðar eða brjóta niður byggingar og við erum að aka því bara á tippi eitthvað staðar eins og í Bolöldu í dag. Og maður segir að kaldhænin er að okkar bílar sem að keyra efni til okkar úr Lambafelli eru síðan að mæta öðrum vörubílum sem að koma með efni frá byggingariðnaðinum til þess að urða eitthvað staðar. Og þarna þurfum við að sýna miklu meiri metnað. Það er skemmtilega við þetta verkefni að þegar þeir eru bara að setja markmiðin og hátta þá sjáum við líka að það er fullt að tækifærum til þess að ná þeim. Hvort það er eitthvað? Ef maður grípa kannski, ég þarf að fá mækin hjá þér, þannig að heyrist í mér þessar heimilislegnina. Ekki? Já. Nei, en Þorsteinn, það er svo áhugavert að heyra hvernig þið hjá B.M. Allá og þínum fyrirtækjum hafa verið að svona endurskoða og skoða bara hvað þið getið gert í ykkar stöðu. Og þetta er náttúrulega líka mjög sérstakt viðhorf í rauninni að þið eru að ákunnu leita að tala á móti ykkar vöru. Þannig lagað, eða svona að vissu leyti, tala fyrir því að hönnuðir nota ekki eins mikla steypu eins og þeir kannski gera í dag og svo framvegis. Og þetta bara ég veit ekki, ákveðin svona breyting á hugafari eða eitthvað slíkt sem að þarf svolítið að hríslast allstaðar og þið ákveðin fyrirmynd í þessu og eru svona að skoða hvað þið getið gert í ykkar krafti. En hvernig hafið þið tæklað þetta í rauninni þess að þetta birtist fyrir mér eins og þið sé að tala svolítið á móti ykkar business, en þú náttúrulega sér þetta ekki þannig, þú ert búin að hugsa þetta eitthvað miklu lengra, ekki satt? Jú, það er alveg rétt að auðvitað erum við að segja við, segja svona í hálfkæringi, við ætlum að selja ykkur minna, en það er auðvitað bara, við horfum til þess, við erum að selja viðskiptavinum okkar þá byggingar eða byggingarefni sem endast í langan tíma og uppfylla kröfur samfélagsins á hverjum tíma. Og það er alveg augljóst í þessu tilviki að ef við getum ekki uppfyllt þær kröfur sem gerðar verða í umhverfismálum til lengri tíma litið, að þá er ekki spurningin hvort að við seljum eitthvað aðeins minna af okkar ráfnum, þá seljum við bara ekki neitt að þeim. Þannig að þetta er sameiginlegt verkefni okkar allra, við verðum að finna lausnir í þessum efnum og við horfum bara einfaldlega til þess. Það er ekkert sjálfgefið að steinsteypa sé byggingarefni framtíðarinnar ef að steinsteypan er ekki hluti af lausninni. Þannig að við lítum á þetta sem einfalt og skýrt verkefni. Við ætlum að tryggja það að okkar vara sé hluti af lausninni í loftslagsmálum, sé byggingarefni framtíðarinnar. Við teljum líka mikilvægt þegar við horfum bara á það er heldur ekki lausn að fara bara að flytja inn erlend byggingarefni og í raun og veru þá eins og í mörgum tilfellum við erum að keppa í dag við innflutt
innfluttar samsettar byggingareiningar þá undir formerkjum umhverfisvænni lausna en það þýðir að við erum einfaldlega þá bara að flytja störf byggingareiningar úr landi líka og auðvitað líka leið auka þá massan í flutningum á milli landa og svo framvegis þannig að við sem bara það ástæða fyrir því að steinsteypa hefur verið okkar lokal byggingarefni en hún þarf auðvitað þá að uppfylla kröfur okkar inn í framtíðina og við sjáum einfaldlega að það vel hægt þannig að það mjög raunhæft markmið að ná fram kolefnishlutleysi í steinsteypuframleiðslu á tiltölulega skömmum tíma. Já, ég bara sé. Sjáum við erum með spurningar úr sal. Sjáu þið? Getur þið stakka þetta? Ég bara fyrir mitt litla líf. Með hvaða hætti sjáu þið fyrir ykkur að vinna með grænum verktökum? Meira en að skila umbúðum. Já. Þið sjáu fyrir ykkur að setja upp einhver skref sem verktakar Geta stíð? Já, akkurat. Ef ég má taka þennan bolta, væntanlega vera að tala um byggingargrænni framtíð. Þessi aðgerð rauninni einmitt endurspeglast í flokknum hvatar til umskipta. Og felst í rauninni því, við veit ekki hvort að þið þekkið til dæmis verkefni grænskrif ríkisrekstri. Við sjáum líka verkefni á borð við ábyrga ferðaþjónustu. Við sjáum líka verkefni út í Danmörku þar sem að í rauninni er búið að skilgreina ákveðnar aðgerðir sem er að stuðla til dæmis að vistvænni starfsemi í ákveðnu sviði og þarna gæti það verið fyrirmynd fyrir byggingaverktakana. Það eru ákveðnar aðgerðir sem eru skilgreindar sem er að stuðla því að byggingaverktakar sé með vistvænni starfsemi og þetta er verkefni sem að í rauninni þarf að vera á prjónum til dæmis Samtaka iðnaðarins sem dæmi og þá eru skilgreindar ákveðnar aðgerðir sem að verktakar geta þá skuldbundið sig til þess að taka og geta þá fengið einhvers konar staðfestingu á því að þeir séu partur af slíku verkefni og geta þá líka markasett sig þannig að þeir séu partur af þeirri vegferð. Þannig að já, og þetta er einmitt við skilgreinum þetta sem hvati til umskipta, svona átaksverkefni. Bara óljóst hver myndi halda utan á það geti verið Samtök iðnaðarins, geti verið Grænni byggð eða það þarf einhver að taka forystuna í því og það er einmitt líka til skoðunar þessa dagana hver það geti verið. Það er komin önnur spurning, nú er ég með þetta fyrir frá mig, þannig ég sé þetta. Þið hafið talað stundum að vanti gögn til greininga. Hvar sjáu þið algengustu tækifærin til umbóta í gagnamálum til að auðvelda leiðina áfram? Ég skal bara svara þessu. Það sem ég sé kannski fyrir mér er að fara að detti núna. Við erum að fara að sjá kröfur í raun og lífsferilsgreiningar, kannski bara inn í byggingarreglugerð. Við erum að sjá kröfur lífsferilsgreiningar eins og í BREEAM umhverfisvottanir. Þannig við erum að fara að fá inn á markaðinn held ég núna bara miklu fleiri greiningar gerðar fleiri öðrum. Og í raun og það sem vantast þar er að það þarf að tryggja samræmingu milli greiningana, þannig að við erum að bera saman epli og epli, ekki epli og appelsínu. Við erum allavega að vera í raun og að nota sömu aðferðina til þess að lífsferilsgreina byggingar, mannvirki, vegi, brýr og allt þetta. Þannig að þetta er það fyrsta, það þarf að koma í raun og einhver hvati til þess að gera þetta. Þetta er náttúrulega ákveðin vinna sem þarf að eiga sér stað sem kostar að sjálfsögðu, þannig að það þarf að vera einhver hvati, hvort sem það er fjárhagslegt, það er eitthvað að draga úr þessum kostnaði, er raun og bara krafa í byggingarreglugerð. Eins sjáum við kannski að við erum að fara að sjá meiri gagnaöflun hvað varðar þessar umhverfisvottanir. Þannig við erum að sjá fleiri mannverki sem er að fara í gegnum BREEAM umhverfisvottun. Og hluti af BREEAM og líka Svaninum er í raun og veru að skrá svona umhverfisvöktun. Þannig að þú ert að skrá úrgang á verkstað, þú ert að skrá eldsneytisnotkun, vatnsnotkun, rafmagnsnotkun og allt þetta. Og við erum að sjá fleiri og fleiri svona verkefni verða til og þegar þau klárast þá fáum við heildarmynd. Þannig að það sem við erum kannski vorum með núna fyrir þetta verkefni, við vorum með aðgang að nokkrum svona verkbókum, alveg dásamlegt og frábært framtak hjá verktökum að leyfa okkur að sjá þetta, en okkur vantaði svona heildarmyndina á fullkláruðum verkefnum. Þannig að það þarf síðan í raun og veru bara að tryggja aðgengi að þessum gögnum. Þannig að þegar þú lætur framkvæma lífsferilsgreiningu, það einhvers staðar þurfi þessar niðurstöður að mínu mati að vera aðgengilegar. Þannig að við sem erum að vinna í þessu, að reyna að koma á einhverja svona heildarmynd, að við sjáum í raun og veru þessar tölur og það sem er að koma úr þessum greiningum sama með þessar umhverfisvöktunar
bækur og svo getum við haldið áfram í raun og veru þegar við förum að pæla í orku, notkun, sitjum á einhvern orkuramma, kemur kröfu orku útreikningar kannski, þá þurfum við líka að hafa aðgang að þessum gögnum þannig að þetta þarf að vera svona rosalegt í raun og veru að mínum mati samstarf, allir þurfa svolítið að deila og vilja deila, það er stundum svona pínu erfitt, en ég held bara þegar við förum að gera meira verður bara meira og meira til og við þurfum bara að tryggja aðgengi að þessu. Já, spætt ykkur við. Já, allavega bara að aðgerðirnar varðandi lífsvísgæðina gera svolítið ráð fyrir því að það verði nauðsynlegum gögnum verði saman á ákveðnum staðum þannig að það sé hægt að nýta við þetta áframhaldandi mat á losun iðnaðarins. Hvernig það verður það? Það kemur náttúrulega bara í ljós, sko. En eins og ég segi, þú veist, maður finnur, ég er að kenna húsagerð, ég er að kenna efnisfræði upp í Háskóla Íslands og bara áhuginn á þessum sjálfbærnimálum hjá þessari ungu kynslóð er bara svo mikil að við erum líka kannski að reyna að tryggja það innan háskólasamfélagsins að kynna þessi málefni strax. Þannig að þetta er ekkert sem við þurfum að byrja á síðan þetta komin út á atvinnumarkaðinn og það er rosalegur áhugi og þau, eins og ég segi, þau bara gera kröfur þetta. Þetta er ekkert lengur bara varmi og raki, þetta er líka í raun og veru kolefnisspor eða umhverfisáhrif og það er ofboðslega hvetjandi. Já, ég sé ekki fram á þessi með fleiri spurningar og ég held að tíminn sé bara liðinn hjá okkur. En ég vil bara þakka Iðunni og Grænni byggð fyrir að bjóða okkur hingað í sjálfbærni streymið. Mjög áhugavert að gaman að fá að segja frá okkar starfsemi og Þorsteinn hjá BM Allá frá þeirra starfsemi líka og bara ég vil þakka ykkur fyrir áhorfið að sinni og bara gangi okkur áfram vel á þessari vegferð, vistvænu vegferð, byggingarinnar. Bara sömuleiðis. Já, takk.